Nú ætlum við að kíkja á tvö dæmi í verkefni 11.7 en þetta eru dæmi 7 og 8. Í dæmi 7 erum við með 28 manna bekk sem að tók stærðfræðipróf sem að er normal dreift og við erum að finna hve margir voru yfir 9. Þarna notum við jöfnuna til þess að finna setastigin fyrir 9. Gera A-liðin hér og þá geri ég x-ið sem að er 9 mínus meðaltali sem er 6,5 deilt með staðalfrávikinu. Það er gefið að meðaltalið er 6,5, staðalfrávikið er 2,2 og þetta nota ég til þess að finna svokölluð setastig og þetta er bara reiknistæmi sem ég slæ inn í vasareikni. Ég fæ 1,14. Þið segir mér að 9 er 1,14 staðalfráviki frá meðaltalinu. Og þá þarf ég að fara í setatöfluna. Ef þið vitið ekki hvernig þið leitið í setatöfluna, þá getið þið kíkt á myndband sem að heitir normalkúrfur og setastig, sem er bara rétt á undan í þessum spilunarlista. En þá fæ ég út að fyrir 1,14 eru setastigin 0,3729 og það segir mér að í normalkúrfunni, þetta er meðaltalið sem er hjá okkur 6,5, að þetta svæði hér er 37% af þessum helming, þetta svæði hér. Þannig að það er það bil 12,71% sem er hérna megin. Það ger ég bara með því að segja 50 mínus 0,5 mínus 0,3729. Og hvað er 12,71%? Það eru 3,56 sem við námundum upp í 4. Hérna þurfum við að segja bara 0,1271 sinnum 28. Það er fjöldin í bekknum minni og þá fæ ég 3,5 cirka sem við námundum upp í cirka bát 4. B-liðurinn, þá þurfum við að finna hvað 5, þessir 5 hæstu, hvað það er mörg prósent. Það er bara einfalt, það er hluti deilt með heild og þá fæ ég að 5% eru 17,86%. Þá fer ég í setatöfluna og finn hvar er sú tala sem er næst í að vera 17,86 og það er setastig upp á 0,92 og þá er ég komin með jöfnu sem er x mínus meðaltali sem er 6,5 deilt með staðalfrávikinu er jafnt og 0,92 og ég fer í setatöflun og ég leita bara þangað til ég finn þetta 17,86. Ég fer ekki í setastigin sjálf, heldur bara inn í töflun og finn þessa tölu og finn hvaða setastig gefur mér hana. Og þetta er bara jöfnureikningur. X mínus 6,5 er jafnt á 0,92 sinnum 2,2 og svo plúsa ég 6,5 við og út úr þessu fæ ég 8,5 í einkunn til þess að fá verðlaun. C-liðurinn, nú erum við frekar plásslítil hérna. Við höfum C-liðin hér. Hve margir á bilinu 7 til 9. Ég hef búin að reikna setastigið fyrir 9. En setastigið fyrir 9 var hérna í A-liðnum hjá mér 1,14. Þetta er fyrir 9. En fyrir 7 þá þarf ég að reikna
7 mínus 6,5 deilt með 2,2 sem gefur mér setastig upp á 0,23. Og nú sé ég að í normalkúrfunni minni, þið munið þetta á meðaltali, það er 6,5, að 7 er eitthvað staðar hér, 9 er eitthvað staðar hér. Nákvæmlega hvar ég teikna þetta er ekkert aðalatriði. En ég veit að 37,29% eru fyrir neðan 9 að meðaltalinu, eru sem sagt frá meðaltali og upp að 9, en með því að athuga hvað 0,23 gefur mér í setatöflunni, þá fæ ég út að það er 9,10. Sem sagt þetta svæði er 9,10%. Ég fæ út úr töflunni 0,0910. Og það segir mér að flatarmálið á svæðinu sem ég er að biðja um, það er að segja hve mörg prósent er á bilinu 7 til 9, að það er mismunurinn á þessu, 37,29 mínus 9,10, og út úr því fæ ég 28,19. Og svo segi ég bara 0,2819 sinnum 28 og út úr því fæ ég svo mikið sem 7,89 sem ég námunda að 8. Það er það bil 8 nemendur með einkunn á bilinu frá 7 til 9. Ég er alltaf að vinna út frá þessum setastigum. Og við skulum skoða annað dæmi, þar sem við erum ekki í raun að vinna með tölur, heldur vinna út frá normalkúrfu. Hér er x-normal dreift, hve mörg prósent eru minni en meðaltalið. Það skiptir okkur engu máli hvert meðaltalið er, og ekki einu sinni hvert staðalfrávikið er, því að helmingur er alltaf minni en meðaltalið og helmingur stærri. Þetta er í raun sá helmingur sem er hérna megin. Á milli 2 staðalfrávik fyrir neðan, það er að segja 2 staðalfrávik í þessa átt og 2 staðalfrávik í þessa átt, þá þurfum við að finna flatarmálið á öllu þessu svæði hérna. Og þá förum við í töfluna. 2 staðalfrávik í burtu er akkurat 2 setastig í burtu. Eða það er að segja þegar við förum í, setjum inn setastigi 2 og þá þurfum við bara að finna hvað kemur út úr því. Og það gefur okkur að þessi helmingur er 0,4772 en þessi er það þá líka 0,4772 sem segir okkur að þetta er 47,72% og þá þurfum við bara að tvöfalda þessa tölu og fáum þannig út að þetta eru 95,44%. Og hægra megin við 3, en kannski betra að teikna bara hreinlega nýja kúrfu hérna. Svona átti að vera. 3 staðalfrávik er hérna lengst í burtu, þetta er orðið mjög lítið sem er, en við þurfum bara að finna setastigin fyrir 3 og það er 0,4987 sem segir mér að þetta hér er 49,87% og ég þarf að fylla bara upp í 50% þegar við erum bara með helmingin. Nú erum við bara hægra megin, við erum ekki báðu megin eins og áðan. Þá þarf ég bara að segja 50 mínus 49,87 því ég á að finna þetta hér. Út úr því fæ ég 0,13%.
og flóknara var það ekki. Það sem ég er að vinna með hér er að kveikja á því að 2 staðalfrávik er akkurat 2,0 í setatöflunni og finna svo prósentutöluna eða á flatarmálinu inni í töflunni fyrir nákvæmlega þá tölu og áttum á því hvað er verið að spurja. Eins og hér vorum við fyrir innan staðalfrávikin og milli og beggja vegna við meðaltalið á milli þeirra, en hér vorum við hægra megin, það er hérna megin við 3 staðalfrávik og það er pínkulítið eins og þið sjáið hér.